Næst á dagskrá Lilja B. Rögnvaldsdóttir. Hún verkefnisstjóri hjá Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Húsavík. Hennar rannsóknarsvið ferðaþjónusta í byggðum landsins með megináherslu á hagræn áhrif atvinnugreinarinnar. Lilja viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands með mastersgráðu í alþjóðamarkaðsfræði frá Strathclyde háskólanum í Glasgow og ætlar að fjalla hvaða gögn eru til gagns í svæðisbundinni stefnumótun í ferðaþjónustu. Gjörðu svo vel. Komið sæl og takk fyrir gott boð að fá að vera með ykkur hér í dag. En eins og Arnheiður sagði að þá ég starfsmaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík og undanfarið hef ég unnið að verkefni á vegum rannsóknarmiðstöðvar ferðamála í samvinnu við þekkingarnet Þingeyinga mat á hagrænum áhrifum ferðaþjónustu á afmörkuðu svæði og í þessu tilviki Þingeyjarsýslu. En það út frá þessu verkefni sem ég mun tala hér í dag framboð gagna á afmörkuðum svæðum og hvernig þau nýtast með mótun stefnu og stjórnun ferðamála. Eins og við sáum í kynningu á vegvísi í ferðaþjónustu hér fyrir í dag, þá hefur mikil og fagleg vinna verið lögð í að móta stefnu í ferðaþjónustu. Í vegvísinum eru mörg mikilvæg atriði nefnd, en eitt það mikilvægasta að mínu áliti þetta. En það að ákvarðanataka í ferðaþjónustu byggi á tímanlegum, áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum. Ákvarðanataka mjög mikilvæg og áreiðanleg gögn það skipta grundvallaratriði þar og þá spyr maður sig líka hvað eru áreiðanleg og alþjóðlega samanburðarhæf gögn. Í dag höfum við sem betur fer nokkuð skýra forskrift að alþjóðlega viðurkenndri aðferðafræði í gagnaöflun ferðaþjónustu sem hjálpar okkur við að bæta gæði gagnaöflunar og gera hana samanburða við önnur lönd og aðra staði. Alþjóðaferðamálastofnunin hefur gefið út hefti sem innihalda ráðleggingar og tilmæli til þeirra sem vinna með tölfræði í ferðaþjónustu. Mikilvægt að allir skilgreini bæði ferðamenn og ferðaþjónustu með sama hætti til að hægt sé að bera saman niðurstöður milli landa sem og milli smærri svæða og koma þar með í veg fyrir misræmi. Ég get tekið eitt lítið dæmi úr þessum bókum sem snýr að flokkun ferðamanna eftir í hvaðan þeir koma. Alþjóðaferðamálastofnunin hefur engan áhuga á þjóðerni eða ríkisborgararétti ferðamanna. Heldur mælir hún uppruna þeirra eftir búsetulandi hverju sinni. Og þetta bara eitt af þeim fjölmörgu atriðum sem þarf að huga að við gerð og orðalag spurningalista sem og við talningar ferðamanna, en þar eru auðvitað ótal önnur atriði eins og leiðbeiningar hvernig við mælum dvalarlengd gesta, hvernig við flokkum tegund gistingar, samgöngumáta, afþreyingu, útgjöld og efnahagsleg áhrif og svo mætti lengi telja. Allt þetta skilgreint sérstaklega í þessum heftum sem gefin eru út annars vegar fyrir gerð ferðaþjónustureikninga og hins vegar fyrir almenna tölfræðivinnslu í ferðaþjónustu. Stofnunin setur fram 6 lykilspurningar sem mikilvægt að hafa svör við til að geta unnið að árangursríkri stefnumótun og markaðssetningu í ferðaþjónustu. En þær eru þessar, það hver það sem heimsækir staðinn, hvers vegna, hvaðan og hvenær kemur gesturinn, hve lengi dvelur hann, hvar dvelur hann og hvers konar gistiaðstöðu velur hann. Og svo það liðurinn sem snýr að útgjöldum hans, hve mikil eru þau. Þó svo að þessar grunnspurningar séu sérstaklega nefndar, þá eru þetta fleiri atriði sem mikilvægt að vita eftir því að hverju við erum að vinna og eftir hverju við erum að sækjast hverju sinni. En ef við höldum okkur við þessar spurningar og heimfærum þær á afmörkuðu svæði landsins, þá erum við fljót að átta okkur á því að svörin eru ákaflega takmörkuð. Við höfum gistiskýrslur Hagstofunnar og þær veita okkur upplýsingar fjölda þeirra gesta sem að dvelja yfir nótt. Og við höfum líka ferðavenjukannanir Ferðamálastofu þar sem að hægt væri mögulega að reikna til dæmis fjölda ferðamanna út frá hlutföllum á heimsóttum stöðum. En þegar við erum að vinna stefnumótun áfangastaða þá nýtast þessi gögn ekki sem skyldi
þar sem að þau ná í fyrsta lagi yfir of stórt svæði, auk þess sem að útgáfa ferðavenjukannana hefur verið of stopul hingað til. Og það er því mín skoðun að frekari gagna sé þörf til að geta byggt framtíðarstefnumótun svæða landsins í ferðaþjónustu. Og hér hef ég tekið saman yfirlit yfir þau gögn sem að til eru á Íslandi og eru nauðsynleg til að greina eðli atvinnugreinarinnar. Á landsvísu þá höfum við ferðaþjónustureikninga Hagstofunnar, við höfum fjölda ferðamanna, gistinætur Hagstofunnar og við höfum ferðavenjur erlendra ferðamanna og Íslendinga. Við höfum fjölda farþega skemmtiferðaskipa, kortaveltu erlendra ferðamanna, virðisauka skattskylda veltu í ferðaþjónustutengdum atvinnugreinum og við höfum fjölda launþega í ferðaþjónustutengdum atvinnugreinum. Á landsvísu höfum við einnig fleiri gagnagrunna sem að nýtast á ýmsan hátt. Dæmi það eru rannsóknir á útgjöldum heimilanna, við höfum þjónustuviðskipti við útlönd, upplýsingar frá ríkisskattstjóra ýmsar, vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar, upplýsingar úr uppruna og ráðstöfunartöflum þjóðhagsreikninga og ýmislegt fleira. En þegar við horfum til afmarkaðra svæða, þá sjáum við að við höfum einungis gistinæturnar og fjölda farþega skemmtiferðaskipa til að byggja á, sem að eru auðvitað afskaplega takmarkað. En nú veit ég að mörg ykkar hérna inni hugsa að þetta sé nú óþarfa alhæfingar hjá mig því að víða megi finna gögn sem að hægt sé að nota til að reikna stærðir fyrir valin svæði. Og það er að vissu leyti rétt og ég ætla að fara aðeins betur yfir þau gögn hér á eftir. En það sem að ég á við með þessu er í rauninni að það er mjög alvarlegur skortur á útgáfu, reglulega útgáfu sem er aðgengileg á svæðisbundnum gögnum í ferðaþjónustu. Fjöldi ferðamanna og hreyfing þeirra á hverjum stað fyrir sig er, eins og við vitum, gríðarlega mikilvæg starf þegar kemur á stjórnun ferðamála. Hér á landi höfum við tölurnar úr Leifsstöð auk annarra flugvalla landsins sem á norrænu og skemmtiferðaskipa, en annað er af ákaflega skornum skammti. Og þegar horft er á ákveðin svæði þá þurfum við gjarnan að leita þessara gagna, ef einhver eru þar að segja, eftir krókaleiðum og jafnvel að greiða fyrir þau hátt gjald. Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar hafa safnað upplýsingum fjölda ferðamanna með reglubundnum hætti eftir svæðum undanfarin ár og útbúið skýrslur eftir pöntun. Þessar niðurstöður fást í gegnum spurningakönnun í Leifsstöð og eru nánast það eina sem við höfum í okkar verkefni fyrir utan tölur frá ferðaþjónustufyrirtækjunum sjálfum og upplýsingamiðstöðum sem að nýtast þó í besta falli sem viðmiðun. Önnur mælitæki á Íslandi eru til að mynda sjálfvirkir bifreiðateljarar og mælar sem að telja göngufólk. Góð reynsla er af þessum mælum sem að nú eru staðsettir á 50 ferðamannastöðum víða land. Utanumhald þeirra er í höndum Rögnvaldar Ólafssonar og Gyðu Þórhallsdóttur ásamt samstarfsaðila, til dæmis Vatnajökulsþjóðgarði. Og staðsetningu þessara mæla má sjá á myndinni hér. Þeir gefa góðar vísbendingar fjölda ferðamanna á völdum stöðum hverju sinni og alveg niður á klukkutíma dagsins. En staðbundin dreifing ferðamanna innan svæða er ekki síður mikilvæg þegar kemur að talningu þeirra. Vinsælt mælitæki til þess er GPS-mælingar á ferðamönnum sem og mælingar í gegnum farsímakerfi. Hérlendis verðum við að teljast heldur stuttkomin í þessum efnum. En erlendis hefur þetta verið notað til að mæla hluti eins og til að rekja slóð ferðamanna innan svæðis, það er að segja til að sjá hvaða staði ferðamenn heimsækja helst, hversu lengi þeir dvelja á hverjum stað, hversu hratt þeir fara yfir og margt fleira. Og þessar upplýsingar hafa verið notaðar í stærri borgum, til dæmis þegar staðsetning þjónustustaða er valin og viðkvæmum svæðum þar sem að stýra þarf umferð til að verja náttúru og koma í veg fyrir neikvæða upplifun ferðamannsins. En ef við snúum okkur að gistinóttum Hagstofunnar þá hafa það reynst okkur hvað best við að leggja mat á svæðisbundin áhrif ferðaþjónustu. Hér sjáum við skiptingu svæða hjá Hagstofunni hvað það varðar. Hagstofan vann líka sérstaka útkeyrslur fyrir okkur fjölda gistinótta í Þingeyjarsýslum
og þær tölur gefa okkur upplýsingar þann hluta ferðamanna eins og ég nefndi áðan sem gistir á svæðinu og hvernig hann dreifist eftir gististöðum, mánuðum og árum sem auðvitað mjög gagnlegt að vita. Samanburður við önnur svæði landsins auðvitað mjög mikilvægur einnig og mat á þróun þeirra. Rannsóknarmiðstöð ferðamála hefur reglulega reiknað Gini-stuðul gistinátta eftir svæðaskiptingu Hagstofunnar sem gefur mikilvægar upplýsingar dreifingu gistinátta yfir mánuði ársins eftir mismunandi svæðum. Svo fróðlegt að vísitölureikna gistinætur og sjá samanburð valinna svæða. Hér sjáum við að fylgni heimsókna erlendra ferðamanna til landsins, sem bláa línan, við gistinætur á landsvísu talsvert meiri en sömu tölur fyrir Þingeyjarsýslur, sem rauðu línurnar. Og áhugavert að skoða þennan vísi, hvort hér sé að ræða skort á gistirými, hvort að hér sé minni nýting, hvort sé að ræða aukningu í dagsverðum frá nágrannasvæðum eða hvað í rauninni sé að vera. Þetta að minnsta kosti eitthvað sem mikilvægt væri að kanna frekar og meta síðan hvort sú þróun sé yfirleitt slæm eða góð. En ef við snúum okkur aftur að lykilspurningunum sem við birtum í upphafi, þá höfum við þrátt fyrir upplýsingar fjölda gistinátta og fjölda ferðamanna ekki fullnægjandi upplýsingar til að svara þeim þáttum sem við þyrftum til að byggja stefnumótun svæða á. Og til þess að fá þau svör sem eftir stóðu var ekki annað í stöðunni en að framkvæma ferðamannakönnun. Og þær spurningar sem voru í könnuninni voru unnar eftir forskrift Alþjóðaferðamálastofnunarinnar sem ég nefndi hér í upphafi. Og þegar búið var að greina niðurstöður hennar, þá vorum við komið með upplýsingar hver það var sem heimsótti staðinn, hvers vegna, hvaðan hann kom, hve lengi hann dvaldi og hvar og hvers konar gistiaðstöðu hann valdi og hversu mikil útgjöld voru hjá honum. Ýmislegt kom í ljós í þessari könnun sem sýnir að talsverður munur getur verið á milli svæða og landsins í heild. Hér sjáum við til dæmis að hlutfall búsetulanda ferðamanna annað í Þingeyjarsýslum, þar sem hlutfallslega fleiri koma frá Þýskalandi og Frakklandi, á meðan hlutfall ferðamanna frá Bandaríkjunum og Bretlandi var hærra á landinu í heild á sama tíma og þetta sumarið 2014. Og þá sjáum við að markhópurinn ekki sá sami sem hefur auðvitað áhrif á markaðssetningu svæðisins. Hér sjáum við svo hver útgjöldin eftir útgjaldaflokkum á Húsavík og hvernig þau hafa þróast frá árum 2008. Hér sjáum við að hlutfall afþreyingar mjög hátt í heildarútgjöldum en það mjög fróðlegt að bera þessa útgjaldaflokka saman við til dæmis Akureyri og aðra staði. Á Akureyri sjáum við að hlutfall verslunar til dæmis mun veigameira og svo afþreyingin þá minni á móti. Við vorum að opna spurningu hvers vegna ferðamenn heimsóttu svæðið og hún gefur auðvitað mikilvægar upplýsingar hvert megin aðdráttarafl svæðisins Og þó svo menn hafi haft ákveðnar hugmyndir hvert aðdráttarafl Húsavíkur væri að þá nauðsynlegt að fá það staðfest sem og að sjá aðra þætti sem sumir komu jafnvel á óvart. En svo auðvitað mjög mikilvægt að hlusta á ferðamanninn og heyra hans upplifun og skoðun að heimsókn sinni. Í könnuninni komu fram margar áhugaverðar athugasemdir og tillögur á þróun og uppbyggingu ferðamannastaðarins. Og þó svo að athugasemdirnar geti verið misjafnar, þá opna þær augu okkar fyrir hlutum sem við hefðum annars ekki séð. Hér hef ég í fljótu bragði farið yfir nokkra þá þætti sem uppkomu í verkefni okkar og tengjast eftirspurnarhlið ferðaþjónustunnar og gagnaöflun þar. Ég þyrfti jafnlangan tíma hér til að ræða framboðshlið ferðaþjónustu og gagnaskortin þeim megin eftir svæðum. Eina leiðin til að afla þeirra gagna var með viðtölum við 100 aðila í ferðaþjónustu þar sem fyrirtæki voru flokkuð eftir fyrrnefndri forskrift við gerð ferðaþjónustureikninga byggt á ISA 2008 atvinnugreina-flokkuninni. Og til þess að komast yfir upplýsingar svæðisbundin áhrif þessara fyrirtækja var lykilupplýsingum úr ársreikningum safnað í þessum viðtölum og hlutfall ferðaþjónustu metið út frá þeim. Ekki tryggt að tölurnar sem til eru á landsvísu séu skráðar eftir starfsvæði fyrirtækjanna þar sem velta og umsvif þeirra
fylgir lögheimilisskráningu en ekki endilega því svæði sem starfsemin fer fram á. Nú að ógleymdum hreyfanleika starfsfólk í atvinnugreininni eftir svæðum og árstíðum. Þar fylgir lögheimilisskráning ekki endilega vinnuframlagi í hvert sinn. Þetta eitt og sér krefst vandvirkrar yfirferðar og vinnu og þarf að vinnast með sama hætti á öllum svæðum landsins. En talandi svæði. Hversu mörg svæði geta talist vera á landinu? Ætlum við að vinna eftir gömlu kjördæmaskiptingunni eða eftir skilgreiningum Evrópusambandsins á hagskýrslusvæðum? Hjá Evrópusambandinu flokkast Ísland ýmist sem 1 svæði eða 2 í ferðaþjónustu eftir því hvort er að ræða hina svokölluðu NUTS 2 eða 3 svæðaskiptingu. Það er mín skoðun að til þess að geta á sem farsælastan hátt unnið að stefnumótun og framfylgni hennar í atvinnugreininni þá verðum við þrátt fyrir smæð okkar að skilgreina svæði, að skilgreina helstu áfangastaði og auðlindir innan þessara svæða og vinna stefnuna þaðan og upp en ekki að ofan og niður. Við afmörkun áfangastaða þarf að líta til 3 frumskilyrða sem eru aðgengi, aðstaða og aðdráttarafl staðanna. Ýmsar tillögur hafa verið unnar að svæðaskiptingu í ferðaþjónustu, svo sem í skýrslunni Auðlindin Ísland sem að gefin var út af Ferðamálaráði 2002 og skipti landinu í 5 megin markasvæði eins og sjá má á þessari mynd. Að ógleymdri þeirri kortlagningu auðlinda sem að hér hefur verið kynnt í dag sem og stefnumótandi skipulagsgerð. Og nú hefur verið til umræðu á þingi stjórnarfrumvarp uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum þar sem að sérstaklega eru skilgreindir ferðamannastaðir, ferðamannasvæði, ferðamannaleiðir og innviðir. Ágætu gestir, okkur liggur á, nú eins og stundum áður reyndar. Og til að hægt sé að setja í gang svæðisbundna uppbyggingu og skipulag í ferðaþjónustu, þá verðum við að afmarka þessi svæði og meta stöðuna á hverjum stað fyrir sig. Mati þarf að vinna út frá áreiðanlegum og alþjóðlega samanburðarhæfum gögnum og niðurstöður þurfa að liggja fyrir áður en við ákveðum hvert við ætlum í framhaldinu. Það er mér því mikið gleðiefni að sjá hvert við stefnum með nýjum vegvísi ferðaþjónustunnar og ég trúi því og treysti að þær ákvarðanir sem að teknar verði í atvinnugreininni verði unnar á faglegan hátt og byggi á áreiðanlegum gögnum. Ljóst er að samræma þarf aðferðir við gagnaöflun eftir svæðum hérlendis og hlutverk stjórnstöðvar ferðamála því mikilvægt í því tilliti. Takk fyrir.